Komið sæl. Í dag hefur verið hæðarhryggur að byggja sig upp fyrir austan land en vestanvert landið var lítilsháttar súld framan af degi en síðan skýjað með köflum eða bjartviðri. Og á stóra kortinu má sjá þessa hæð sem er hér fyrir austan okkur og lægð suður af Grænlandi og frá henni liggur úrkomusvæði hér í suður átt og þróunin á þessu næsta sólarhringinn er sú að hæðin hún fjarlægist okkur lítið eitt. Þannig að það verður til þess að það kemur meiri suðlæg átt upp að vestanverðurlandinu og dálítið úrkomusvæði þar í kvöld og nótt og svo aftur annað kvöld og á laugardaginn. En hitinn komst hæst í 10 stig í Öræfum í dag en hitinn fór víða í 7 til 10 stig í dag og kaldar síðastlina nótt var niður í 5 stiga frost við Mývatn. Og mesti vindhraði núna seinnipartinn var á Sveifluhálsi á Reykjanesi 16 metrar á sekundu. Og ef við skoðum hér hitasviðið þá mun hlýna heldur hjá okkur í nótt og á morgun þegar kemur hérna þessi suðlega átt og beinir til okkar heldur hlýra lofti en verið hefur síðustu daga og hitinn gæti farið í 7 til 10, jafnvel 12 stig á morgun og eins áfram helgina. Og ef við skoðum hér hvernig vindur og úrkoma og skýjahula breytist frá því í kvöld, þá er hér að koma úrkomusvæði inn að suðvestanverður landinu þegar líður á kvöldið og það verður svolítið strekkingsvindur hér allra vestast, dálítil væta með köflum á vestanverður landinu í nótt og kvöld, en svo á morgun er útlit fyrir að verði víða bjartviðri en þó skýja með köflum hér allra syðst og þykna svo aftur upp annað kvöld allra vestast. Og á morgun er þá gert ráð fyrir að verði suðaustlæg eða breytileg átt hjá okkur, vindhraði svona 8 og upp í 13 metrar á sekundu við suðvestuströndina en annar staðar mun hægari, víða bjartviðri allt norðan og austanvert landið en skýja með köflum hér allra syðst og hitinn svona frá 8 og upp í 11-12 stig yfir hádaginn. En gæti orðið eitthvað kaldara að næturlagi. Og svo ef við skoðum hér hvernig þetta breytist frá því annað kvöld og fram til laugardags, þá er reiknað með að komi heldur meira úrkomusvæði hér inn að suðvestanverðu landinu þegar líður á nóttina og á laugardaginn er útlit fyrir að verði víða væta allt sunnan og vestanvert landið, væta þó með köflum. Og á laugardag er reiknað með að verði suðaustlæg átt hjá okkur, vindhraði yfirleitt svona frá 5 og upp í 10 metrar á sekundu en ívið meiri í vindstrengjum hér vestanvert landið, skýja með köflum og rigning af og til og súld suðvestan og vestan til en yfirleitt nokkuð bjart veður hér allt norðanvert landið og einnig austan til og hitinn svona frá 7 og upp í 12 stig. Og svo á sunnudag er reiknað með að verði heldur hægari vindur og úrkomu lítið víðast hvar á landinu en gæti þó orðið einhver súld eða rigning með köflum hér við suðausturströndina en skýjað að mestu leyti allra vestast en annars yfirleitt nokkuð þurrt og bjart á landinu. Og á mánudag er svo reiknað með að verði aftur komin heldur hvassari vindur allra vestast og rigning með köflum þar en bjartviðri að mestu leyti á norðaustanverðu landinu. Og ef við lítum hér á önnur lönd í Evrópu þá er hæðasvæðið að valda því að það verður nokkuð bjart veður víðast hvar en þurrt hér í suðurhluta Skandinavíu og hefur verið varað við gróðureldum bæði í Noregi og Finnlandi. En það er reiknað með að verði éljagangur nyrst í álfunni og eins er útlit fyrir að verði nokkuð óstöðugt loft hér í kringum Grikkland og vara við eldingum þar. Og á Íberíuskaga er einnig reiknað með óstöðugu lofti á morgun, skúrir eða jafnvel eldingar víðast hvar, einkum þó sunnan til. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir nokkuð björtu veðri sunnan til en skýja með köflum norðan til. Og í Norður-Ameríku er víðáttumikið lægðasvæði hér út af Nova Scotia og veldur því að það verður hér mikið úrkomusvæði í suðurríkjunum. Og hjá okkur er gert ráð fyrir að verði yfirleitt þurrt og bjart víðast hvar á morgun. Verið sæl.